Ég Auður, ég að halda tónleika 12. júlí á Græna hattinum og 13. júlí í Gamla bíó. Ég gestur hér í 2 fellar. Takk fyrir að hlusta. Herru, góðan blessan daginn og verið velkomin í glænýjan þátt. Það er hann Auður. Takk hérlega fyrir að koma. Takk fyrir að hafa mig, takk fyrir að bjóða mér að vera hérna. Ég er bara ánægður að deila sér stund með ykkur. Já, bara gaman að fá það meðan þú á klækunum. Já. Þú náttúrulega býrð í LA núna. Já. Getur hans bara, hans úrskýrst það bara, hvernig að búa í LA? Er það ekki alveg sturlu upplifun? Jú, það er búið að vera bara mjög gaman. Já, hvað er maður að byrja? Bara fluttur út og hvað gistur í fyrstu nóttina? Varstu bara á hóteli eða fórstu þér eitthvað vina þíns? Ég fór sko í nóvember í hitt í fyrra, þá fór ég og var svona að leita að íbúð til að leigja. Já. Og var að skoða fullt af íbúðum bara út LA er svolítið stór borg og það var alveg pínu stressandi að finna út einhvern veginn hvar ég ætlaði að vera, að ég vissi ekkert sko, ég kunni ekkert á borgina þannig séð sko. Og líka bara eitthvað svona pínu stressa að finna sér íbúð, maður vil geta búið vel og eitthvað. Og svo flutti ég út sem sagt í janúar í fyrra. Já. Þannig að núna er ég búin að búa þarna í 1,5 ár. En okkur er LA, þú veist, af öllum svona í Bandaríkjunum? Var þetta tónlistinni eða var það? Já, er það bara svona tónlistamenningin, bara þar? Já, bara ógeðslega mikið af góðri músík sem hefur verið að búa til hana. Já. Og sérstaklega náttúrulega í svona poptónlist og hiphopi og ég hafði farið nokkru sinnum bæði að spila einhver svona showcase og líka farið í bara að vera í svona writing sessions að vinna með fólki þar og svo bara geðvægt viður og Gekkiborg og Kanntu ekki að surfa? Nei, ég ekkert var að surfa en ég fyrst stundum mér finnst ógeðslega gaman að fara á ströndina. Já. Ég ber mjög mikla virðingu fyrir sjónum sko. Já, það er líka, það er öldur náttúrulega í Kaliforníu ekki, alveg vel. Jú. Já. Fólk er að surfa þar sko. Já, ég hef maður heyrt það sko, það er bara engar öldur í Flórida, þannig að það er boring sko. Ekkert að frétta þar. Nei, þetta er mjög mikil svona surfer menningarna. Já. Sérstaklega í kringum Venice. Og það er svona, veist, það er eitt af því sem er ógeðslega skemmtilegt, veist, það eru svona það er mikill munur á öllum hverfunum, veist, það er svona ákveðin týpur í hverju hverfi og já, alveg bara svona Hvernig hver er þú? Ég er svolítið í gettóinu sko. Gettóinu? Já. Hvernig það er bara gunshots, þú bara lokar glugganum og... Já, það er alveg. Já, það? Já. Vá. Ert þú bara að koma með byssu eða? Nei. Þú fer bara út, bara ready bara. Nei. Bara strap. Er concealed carry? Má það í... Vá maður, þú veist það fljóður fyrir byssuna bara. Já, tölum hérna second. Já, ég er bara að fara núna fyrst daginn. Ég er að fara á gun range, ég elska, það er svo, sko ég er ekki fyrir að eiga byssur. En svona, mér finnst það gaman svo sport, skilur. Já. Álega alveg bara fíkill í þetta. Nei, hefur þú pröfað? Það er svo mikið adrenalín. Ég hef aldrei pröfað. Fara á gun range, sko. Ég held ég vilja ekki. Nei, ég fekk ekki adrenalín, ég var alveg bara hættur, sko. Já, mér finnst það... Sko, fyrst, sko, elskar að flugvelda? Já, svona semi. Þeir eru háværir, skilur. Þú með heyrnartól, ég fór hann inn, ég byrjaði að skjálfa, sko. Af því að þetta er svo hátt. Já. Ég bara trúði ekki, ég bara, wow, bara, hvað ruggli er þetta bíómyndunum, skilur? Nei, ég minnst þetta ekki. Nei. Hvað ruggli er þetta bíómyndunum? Nei, þú veist, það er fólk bara að skjóta ekki með heyrnartól, en ég var bara... Nei, það er líka skotir, svona 1000 skotum að það er lóta, sko. Já, ég veit að það er þetta, þetta er stemmari, sko. En svona, já, þetta er náttúrulega alveg rugl hvað er í gangi hérna í Bandaríkjunum með byssuna, sko. Já. Var ekki eitthvað fylgis núna sem var að leyfa kennurunum að vera byssur? Já, school shooting. Já, það lægi eitthvað, skilur. Þetta er náttúrulega bara eitthvað ruggla shit, sko. Svo kemur bara frétt school shooting, það var kennarinn sem var að gera það, því að, veist, ég er ekki hissa, sko. Það er bara alveg ruggla dæmi, sko. Já. Gott að fórum strax út í það. Já, frábært að byrja þetta þar, ef ekki bara kalla þetta gott nú. Já, hvað er svona, ertu að lánaði með, hefur viljað vel einhvern annan stað heldur en Bandaríkin? Nei, ég er bara, mér langar að fara, ég hef farið, einu sinni ég fór til Chicago í fyrra, ég man ekki alveg hvenær að vinna með pródúser þar og mér langar að fara aftur bara því ég fíla þann gaur og svona næst tengslunett í kringum hann. Já. Og randomly eitt af því fyrsta sem ég geri hann tengdi mig við rosa mikið af fólki frá Chicago sem býr í LA. Þú veist, þetta fyndi hvernig maður svona næra sko, koma sér inn í session og kynnast fólki að maður svona og Chicago fólki er mjög svona tribal, það er svona þú veist, er að vinna saman þannig að
Já, mér langar að fara til New York kannski 1-2 vikur að ég þekki nokkra sem búa þar sem að mér langar að vinna með. Já. Og ertu með eitthvað sem að hjálpa með tónlistina núna í LA? Þú veist bara einn pródusent eða þú veist þetta með nokkra gæja bara? Sko ég bæði náttúrulega pródusera sjálfur og það sem hefur hjálpað mér ógeðslega mikið er að geta farið inn í svona writing sessions sem er svo mikil menning fyrir þarna og þá get ég farið inn í það, veist, sem artisti, ég get farið inn í það sem próduser eða bara songwriter. Og þetta er aðeins öðruvísi svona menning fyrir þessu þarna, þú veist, það er bara svona ok, við ætlum að hittast 2:00 í þessu stúdíói og svo 8:00 þá er bara lagið tilbúið, skiljum. Já. Og þannig, veist, já, það er alveg klárlega búin að svona kynnast fólki sem ég er að vinna meira með en öðrum og já, eftir svara spurninginni. Þekktur engan þegar þú fórst út eða? Ég þekkti alveg einhverja sko. Já, ok, hvernig, bara Instagram eða? Eitthvað í gegnum, eins og þessi, hann er CB Mix, heitir hann þessi gæði sem er í Chicago, ég kynntist honum bara, hann sá eitthvað gítarvídeó með mér einhvern veginn á Instagram. En svo, veist, er einn strákur þarna sem heitir Matt, sem kallar sig Hieroglyphics og er pródúser, breskur strákur. Ég kynntist honum í Red Bull Music Academy, ég var í því 2016, 17 eða eitthvað og þannig við þekktumst alveg frá því þá og hann var líka nýfluttur til LA sem var snillt og hann er ábyggilega svona sá strákur sem ég er að vinna mest með og við förum saman í session og við erum að senda út höfundir og pizza á fólk. Já. Og já, svo þekkti ég nokkra frá því að hafa tekið sessionana áður eins og hann Lalli Lárus heitir hann sem er Íslendingur sem býr í Sherman Oaks og er búinn að vera að gera það mjög gott sem pródúser en svo mestmagnis er maður bara að kynnast nýju fólki og þetta er þannig borg að það er mjög auðvelt að kynnast fólki. Þetta er svona community svona inn í borginni ekki sem jú, er svona tónlist og allt bara og bara fólki er rosalega opið, þetta er alltaf öðru sinna að vera á Íslandi, þú veist, maður sér einhvern sem maður var með í grunnskóla og það er bara eitthvað látið sem var Ha? Já, þú veist, ég finnst ykkur það ekki. Óli, þú tala um þetta podcastinu hvort þú ert að segja hæ eða ekki á göngum. Já, ég er þetta að hitta í Kaliforníu. Nei, ég er að segja bara að fólk er opnara fyrir því. Já, meinar, já. Það er alltaf, þú veist, þú fer bara á hverju götu þarna, sko. Já, Íslandingur er smá svona lokaður. Mjög. Já, mjög, það er alveg klika, sko. Já, en mér líður svo bandaríkjamaður sem er svona, þetta er svona yfirborðskennt, skiljum við. Það, margir upplifa þannig, sko. Já. Margir upplifa þannig. Þeir líka bara að tala um allt sem þeir eru að gera. Já. Ég var bara í tónlistabúð áðan og köp mér gítarnögl og eitthvað svona dót og til að túna gítar og eitthvað svona dót og þá einmitt var bandaríkjamaðurinn og hann bara tala um allt sem hann er að gera hann bara, I'm picking up a guitar og bara þú veist, I'm tuning the guitar og maður bara þú veist, ég veit að ég sé það, þetta ekki að tala um það þú veist, hann bara ég sé þetta ógeðslega mikið þú veist, bandaríkjamenn gera þetta ógeðslega mikið þeir eru að tala alltaf bara I'm getting coffee kannski er þetta rosa gleimin maður já, ég veit ekki, mér finnst það bara ógeðslega fyndið núna er ég í viðtali, núna er ég að drekka kaffið mitt þetta var þannig sko, þetta var alveg bara klikka sko það er svona Amerikanar, mér leiðir svo þeir tala mjög mikið, en maður veit aldrei hvernig maður er actually orðin vinur þeirra, skilur við hvort það sé actually bara svona að vera vinlegur eða eru við orðin vinir já, þetta er ég veit að margir Íslendingar upplifa þetta sem svona svolítið yfirborðskennt sko já en þetta er bara önnur menning skilur já, 100%. Þú veist ekkert svona culture shock en þú náttúrulega ólst hann upp já. Þú náttúrulega 6 ára þannig að þú veist svona aðeins Amerika já, ég er fæddur í Bandaríkjunum sko culture shock þú veist nei, kannski ekki beint eitthvað culture shock en þú veist bara jú, eða kannski, ég veit það ekki alveg ég meina það fer eftir í hvernig maður skilgrina það ég meina, ég veist ótrúlegt að kynnast nýju fólki og maður fær ævisögur fólks sem eru allt öðruvísi en það sem maður er vanur hér þú veist, og fólk sem hefur gengið í gegnum alls konar sem að þú veist, Íslendingar hafa aldrei þurft að gangi í gegnum og það er kannski að einhver leiti svona menningasjokk þú veist já. Þetta er meira eitthvað svona brútalan út eða hvað já, ég minna á líka bara að kannski sérstaklega þegar maður er eitthvað svona í kringum rap tónlist og eitthvað svona veist, það er kannski aðeins meira real bara eitthvað svona veist, það sem fólk hefur þurft að gangi í gegnum og fjölskylda þess og það er ekkert sjálf gefið það eiga heilbrigða fjölskyldu skilur nei
Við erum svolítið hefnir á Íslandi sko. Já, Allt mjög kósí ykkur. Við erum ekkert eðla gott sko. Já. Grínast það. Við erum bara VIP hérna sko. Það sé það allan að það byrja að skoða heiminn sko. Það er alveg bara, ok, Ísland er nice. Nefnilega, Fyrir sko. það kannski veðrið, það er eina sem er svona leiðilegt við Ísland sko. Þú veist, er alltaf bara sunshine hann í LA bara Basically sko. shit maður, ég þarf að fara að flytja það hérna sko. En svo er reyndar kemur rigning kannski einu sinni í mánuði eitthvað þannig Er það getur bara happy eða, þú veist, er ekki Mér bara finnst það nefnilega ógeðslega romantískt þegar kemur rigning og ég elska það. Þetta er bara reglíð það. Nei, Íslendingur, maður bara lappar hann út í rigningunni bara. Svo er þetta svo fyndið að þið vitið þegar það er gott viður þá líður manni alltaf eins og maður eigi að vera úti Já. og einhvern veginn að ná að gera það en ég vinn alltaf rosa mikið bara Inni. heima inn í stofu og mér finnst oft svona slökna á öllu FOMO-i þegar það er rigning þá er bara ok, þetta er bara stúdíó ég er ekkert að fara neitt það er bara kósi. Já, þetta er svolítið bara í Íslandi þegar snjór og gulviðurinn það er bara kósi Mér finnst það kósi, mér finnst það svo romantískt. Það er bara að chilla maður inni og horfa hann mynd eða spila töluleiki sko. Það er eins og maður gerir sko. Það er leifilegt. Það er leifilegt, já, það er leifilegt. Það er ekkert annað í búið. Já. En pappiðin býr ennþá í Bandaríkjunum, sem er aðan. Já, foreldrar mínir báðir og pappi vinnur sem læknir í Madison í Wisconsin sem er í Midwest í Bandaríkjunum. Midwest? Yes sir. Það er með eitthvað svona western accent, er það eitthvað dæmið það? Já, þetta var svona aðeins öðruvísi. En hvenær þú fluttir heim 6 ára? Já. Með þá fóröldrum hlýtur að vera, ekki? Já. Jú. Nei, flutti bara einn og leiði mér íbúð. Þau sendiði bara, veit það herri, í Bandaríkjunum. Pælingi þeirra var þá að þú verið svona að læra íslensku, ekki? Og allt það. Já, þau langaði bara að vera á Íslandi. Já. Og svo fóruð bara aftur út bara. Já, svo komum við svolítið illa út úr hruninu. Já. Og þá byrjaði pappi að vinna í Bandaríkjunum. Þá var ég 15-16 ára og svo flutti mamma líka skömmu eftir það. Já, svona í kringu þetta liti. Já. Og þau búa þarna ennþá og já, svo er ég núna fluttur þangað. Þannig þú verður eftir 15-16 ára í framhaldsskóla? Já, nei, sko að pappi fór fyrst og mamma var eftir og þetta var allt pínu flókið, þetta var ég held að en svona þau flytja bæði þegar ég er held ég svona snær því að vera 17-18. Já. Ég veit að þau verða brjálið ef ég segi segi þessar tölur vitlaust, þannig bara sorry með það. En það. hvað byrjar all tónlista dótið? Þú veist, hvað ertu gamall þegar þú lærir einhver hljóðfæri eða byrja bara fyrkt í tónlist? Sko svona fyrsta tengingin við tónlist er held ég að sko systir mínum fór í danstíma þegar ég var 4-5 ára og í lokin á tímanum þá var svona frjálst dans og meira þess að þeir sem voru að horfa máttu taka þátt og þá var ég 4-5 ára og ég mér skilst að ég hafi alltaf lifað mig gett mikið inn í tónlistina þegar ég var þá og var svona mjög mikið að dansa þannig það er svona fyrsta tengingin og svo var vinur minn hann var að spila á gítar og einmitt að því varst að tala stál og hníf á hann og hann kunni að spila stál og hníf og fjallir hafa vakað og við stofnum hljómsveit og það var svona mér fannst bara svo cool að sjá einhvern spila á gítar. Það er þegar þú fluttur í Ísland? Já, ok. Hvað er þetta gammal þannig þegar þið byrja að gera það? Þá er ég í 4.-5. bekk. Já. Wow. Nice. Ungur. Og þá ákveður bara að læra gítar? Bara að heyra hann spila gítar? Já, ok. Já. Það var bara aðal shitið? Já. Nice. En hvenær byrjar að syngja? Það er miklu seinna sko. Það ekki? Jú. Þannig að byrja bara svona behind the scenes og svo byrja að syngja? Já, eiginlega. Já, var fyrst bara að semja og ég var í svona rocki og alveg þungarocki alveg í langan tíma á úlingsárunum. Já, alveg klassist sko og síðan meir fór ég svona og ég var í svona forriti sem heitir Guitar Pro þar sem maður getur forratað inn sko allar nótunar og ég gæti gert það fyrir sko hljómsveitina og getur sagt bara ok, þetta er nákvæmlega það sem þú spilar, bassinn spilar þetta, trommunir spilar þetta og þetta er ógeðslega fyndið og lélegt forrit sko
það hljómar alltaf eins og einhver svona gamall símatótt svona, svona gömul símringing en þannig náði ég svona að miðla og forrita inn nótunar og hversu langar nótunar er að vera og bla 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 og já, svo er það ekki fyrir alveg löngu setna þegar ég bara svona einmitt ábúinlega 16-17 ára sem ég byrja að syngja og ég var mjög feimin með að syngja fyrst, ég var með spángir, ég var mjög sjálfsmeðvitaður með spángirna mínar smeltur svona já og bara, mér fannst þetta ég veit ekki, var bara það var ekki máli bara já, bara ekki máli, ég var bara eitthvað viðkvæmur úlingur held ég og með þess að brost alltaf svona ég passaði alltaf að vorum lokað munin já, bara varnar, bara svona, já það ekki tókist mikið fermingavindtöku, það er allir með spangir það er alltaf bara brost með tönnum bara nei, það er ekki brost með tönnum varstu feimin að það sem krakki nei, ég var ábygglega bara smá bekkjatrúður sko. Nú það? Ég held það, já ok ég er mjög lélegur í svona sjálfsgreiningu mér er svo erfitt ég hef tekið eftir því að þegar ég fæ svona spurningar þá veit ég ekki svörin sko. nei mér ekki það sæðis já, ég skilji maður sé að upplifur öðru sig heldur en það var actually já. En ég var klálega svona bekkjatrúður á lingsránum fórstu skólastirna að segja? Já Varstu að gera eitthvað, varstu með eitthvað vesen? Ég man eftir einum rekk sem var þegar ég var í Engidalsskóla þá var hægt að nota prentaran ég trú ekki að segja þessu sögu en þá, ég eiginlega get ekki sagt þessu sögu Jó, koma, byrja það er að segja sko. Og við vorum eitthvað svona það var eitthvað húmor, eitthvað að prenta út eitthvað svona, við fundum eitthvað svona hamstra sem sagt að makast og vorum að prenta út myndir af því og setja út allar gangin já, það er alltaf það var bara beint í skólastíðan að setja það já, þetta þótti ekki vel lið sko, þetta mátti ekki alveg og svo mátti maður ekki nota prentaran og eitthvað svona já, svoleiðis, var þetta lita eða var þetta black and white? Held þetta að vera lita Við hefum langar að sjá þetta fyrir mig sko. Canon Canon prentaran En af hverju byrjar að syngja? Þú veist, var ekki keppni eða hvað? Var það bara til að syngja í bandinu eða? Það vil ekki keppni Það er mjög margir sem byrja að syngja Ég meina í alvörinu samt, ég var í músítilunum, ég tapaði músítilunum á svona 4 eða 5 sinni í röð sko. Já, vel gert að mæla þetta aftur man. Já, og lærði ógeðslega mikið í hvert einasta skipti og var alltaf vissum ég myndi vinna sko. Nú? Já, fannst ég alltaf langflóðastur sko. Og hvað? Fannst aldrei? En þannig hvert þá bara með eitthvað band eða? Þá var ég var í bara nokkrum mismunandi böndum, eitthvað svona rock og prog rock og eitthvað svona ógeðslega svona starffræði rock, svona ógeðslega ofhugsað og ennþá að syngja það svona rock? Þá var ég ekki að syngja, þá var ég bara að spila gítar. Já, ok. Já, þegar þú ert að taka þetta í músitilunum þá er þetta bara að spila. Já, ok. Já. Ég held að þú er alltaf að syngja svona. Nei. Bara einn eða eitthvað. Það væri óþægt að mæla þetta aftur og aftur. Já, bara mæta aftur sama. Hvert eina staður tók sömu lögin. Já, mæta aftur. Þið er ekki að meta mér nú vel, þetta er svo vel gert sko. Ógeðslega treyður gæi. Var ekki stressandi í byrjun að þú veist alltaf bara að við slá gítunum, þannig að það var eitthvað annað svona mestu aðtökluna. Já. En ég var aldrei neitt mikinn sviðskrekk þannig sko. Nei. En svona alltaf mjög invested og það er mjög stór hluti af uppbyldinu mínu að bara að reyna alltaf að gera allt sem ég geri bara eins vel og ég get og þannig þú veist þegar ég segi þú veist að ég ætlaði að vinna mér langaði að vinna og ég ætlaði mér alltaf að vinna en vann aldrei Nei. Það verður mjög skrítið að fara í keppnir og ætla sér ekki að vinna það er svona Já, en ég meina það er svolítið sund fólk sem er meira chillaði með þetta það er mjög mikið af fólki sem er chillað og bara gaman skilur það er ekki hægt sko. það er bara mest að skrítið sko. Varst það svektur að tapa það? Já, ógeðslega tapsár mjög tapsár Manns bara þetta ennþá bara Manns hver vann bara, alveg bara svoleið Ég meina ég tók þátt nokkrum sinnum Já, allir sem töpu verið ekki lengur í tónlist sko. Sko að því að það hafa komið náttúrulega ógeðslega flottar hljómsveitir úr múslinum við vorum að tala sko og Monsters and Men og Kaleo vann ekki Kaleo var í mjörntilum Var það syngjað? Þetta var bara Kaleo ok Það var bara komið Kaleo bara þegar voru ungir hljómsveitin Kaleo, ekki bara hann Kaleo bara Kaleo Hann heitir ekki Kaleo Nei, þetta er Jökull Ég held að hann hét Kaleo Ég er svona low-key Nei, ég skilði Já
þegar maður eitthvað segir Kali og þá sem maður hann fyrir sig Já, það hann að syngja það er oftast þannig sko. Já, ég held kannski að hann væri bara að byrja kannski að bassa í ykkur allt öðru skilur Nei Það er bara Kali á bandið Það er bara full móta skilur Það var fullkomið og musiktilunum sko. Og hvað meira, ég meina bara ógeðslega mikið af flottum hljómsveitum sem hafa komið þarna voru ekki Úlfur en þá hétu þeir eitthvað annað þeir hétu Bróðir Svartúls eða eitthvað þannig og ég mætti alltaf líka á hljómsveiturunum, mér fannst þetta geð og ég var bara ógeðslega mikið svona hljómsveita gaur þegar ég var úlingur og lá yfir þú veist svona einhverjum hugi.is bloggsíðum og gætt fylgst með einhverjum sko bílskúrsböndum þú veist í Garðabæ Hvað er þetta gammal núna? Ég fætti 93 7, 24 31 og þessu ekki Bæn Næst, þannig það er ekki Spotify þannig Nei En þú ert að byrja að hlusta tónlist á okkar Já, ég var alltaf að downloada öllu Bara ólögulega Já Maður getur auðlýsingarna Downloada ólögulega Já Maður getur því Alltaf að byrja að hafa DFT-disk Já, jú Svona ágætlega You wouldn't steal a car Já Shit, það klikka Það geggja kollegreita á sig Geðveik ölsing Geðveik ölsing sko Það er þannig í Þýskalandi en ekki hér sko Já, þeir eru grjótharðir Þú þarf að passa tölununa Já, það var bara Já, þetta er ekki mjög strandar sko Það er bara vel há sekti sko Ég held ég var bara svo ungur, ég fatt aldrei þú veist það var hægt að downloada Ég held að þetta geði þetta ölsing maður Svo bara, já, downloada En svo til dæmis, á þýskum tónlistamarkaði ef þú meikar það í Þýskalandi þá getur þú selt plötur og það er bara fullt af pening í því Ég veit ekki hvort, það var þannig fyrir sko 4-5 árum þegar þetta var löngu búið hér og ég held að sé ennþá í gangi bara að þú getur selt physical Og það þýðir maður getur líka selt svona rip-off Já Fyrir Þýskaland Nei Torrentum allt á Íslandi Strax komin í eitthvað scam Förum með það til Þýskaland Flytum við og erum að dreifa við það Nú ég er alveg lost Ég er bara dætt út þessu Þeir eru ekki með skilur Já, skilur Já, það er náttúrulega Já Þeir eru til að hljótaldar að koma eitthvað geggja VPN og eitthvað Já, kannski streymið líka bara komið Ég veit það ekki alveg Er ekki líka Spotify tónlist sem hann græði miklu minna ekki í dag á spilum? Jú, miklu meira, það voru allir brjálar hana sko þegar þú veist fólk að byrja að downloada Jú, Bibbi, hann var ekki ánægður með streymi í byrjun Mér minnir það, ég sá hvað það Já, sko, hann var svona Hann var ekki alveg að kaupa þessa hugmynd Hann var framalega í því að tala þú veist að downloada sko, það að downloada veist það væri þjófnaður Já, ég sá það okkur frétt Það er náttúrulega þjófnaður Það er ólöglegt download skilur við það er þjófnaður En Bubbi er náttúrulega ennþá svolítið Ég kaupi ennþá plötunar að Bubba bara physical plötur sko með þess að gegja Þú var að tala um aðan, þú ert minimalist þannig að þú samnar ekki plötur með það Nei Ekki plötur gestliskar neitt Shit maður Hann var bara einn gaffal og einn nýð Þetta er skemmtilega sem ég kaupi mér sko Plötur, það er bara ég elska Og vínilplötur Já, vínilplötur Sérstaklega Bubba sko Er öðru sem plötur til? Er það til þú veist hvað þú? Nei, er til öðru sem plötur en vínilplötur? Það er til svona Ég er bara geisladiskar og svo vínilplötur og svo litlar vínilplötur og kassetu, dót og eitthvað Við erum að tala um þessa íbúð til mikið á hann Nú erum við bara að sjá þessa íbúð núna hvað er í henni, það hljómar sé ekki neitt í henni Já, íbúð mín í LA Já Það er bara, með fullt af húsgögnum það er bara eitt sófi Hvaða húsgögn næstu með? Er þetta ekki svolítið bara stúdíó? Jú, þetta er svona working living sko Já, og stofan er bara stúdíó og og svo er eldhús Svo er eldhús Já, og svo er ég með sko svefnherbergið mitt það er svona á hæð fyrir ofan og það er svolítið skemmtilegt maður getur hort svona niður frá svefnherberginu Það er alveg svo að Jóhanns íbúð gamla Já Það sem maður lappaði upp, einhvern svona stíð upp Fyrsta stúdíu okkar maður Fyrsta stúdíu okkar Þannig að pókastúdíu Já, með partí og þá geti verið með DJ-in sko uppi í svefnherberginu og horfði hún svona yfir stofuna og nákvæmlega ekkert pyrraðir Nei, þau bara mættu Já, það? Já, þetta er næst nákvæmlega það er ekkert gamli í því Sko, náttúrulega LA er náttúrulega mjög sérstök eins og í blokkinu minni, þetta eru allt creatives Já, þú veist, strákurinn við hliðina á mér hann er myndatökumaður, var að vinna í Mythbusters Það er eldgammal Já, svo var hann í einhverju spin-off við það og hann var líka að skjóta einhverju bíómyndudaginn og svo er, þú veist, DJ sko, við hliðina á honum og pródusser við hliðina á honum og svo er
fatahönnur, veistu, þetta er allt bara allt bara allir í, veist, þetta er allt svona ungt fólk og hella þetta er mjög skemmtilegt umhverfi sko. Já, þú varst að plana það þegar þú leiðir íbúðina bara Já, ég meina LA er bara svo mikið svona veist, okay. og síðan ertu með bara veist, eins og Hollywood og allt í kringum Hollywood veist, og þá ertu ekki bara með leikara og leikstjóra, þú ert líka með sko, leikmyndahönni og tónlistafólk og þú veist crew og þú veist allt þetta handritsöfundar og þannig að já, veist, þetta er bara stór iðnaður. Já, einmitt. Og maður tala á hann að ég spurði þig hvort þú hitt einhvern ógeðslega frægan og við ætlum að tala um það í podcastinu. Já. Hvað, er eitthvað sem maður þekkir? Ég veist, já, ég meina maður hefur hitt eitthvað frægt fólk. Já, ég sá hann hérna mér finnst það svo fyndið að tala um þetta en ég sá Nicolas Cage í Whole Foods um dag, það var mjög fyndið. Ég hef heyrt það áður, ég veit hver það er. Hefur heyrt það áður? Ég er að jóka, já ég veit ekki Nicolas. Ég hef svo ekki séð inn á bíómyndið hann, það er fun fact. Ég var að skoða IMDb, ég hef ekki búin að sjá hann Þú hefur séð Nicolas Cage mynd. Og ég ætla að séð það, ég hef ekki vitað skilur, sem við skal menna. Hvað heitir hann? Hvað sást hann? Svo hann í Whole Foods bara í Já, Whole Foods. Já, ok, bara varst taka mynd af hann. Bara kökuganginum, bara það eitthvað bara veist það sem mjólk, bara eitthvað. Já, ég var bara fyrir aftan í röðinu. Þetta er svona eins og þetta sé alveg manneski bara. Ertu ekki bara alltaf Ertu svona vel, er fyrir alltaf í Whole Foods? Ertu ekki aldrei í Walmart eða Target eða eitthvað? Mér finnst bara svo gott produce í Whole Foods. Alveg svona cozy vibe hann. Já, þetta er líka, það er svolítið flott þú getur ekki keypt Coca-Cola í Whole Foods. Þú veist, þeir eru með svona skýra reglur þetta er svona allt rosa holdt. Já. En maður er Coca-Cola bara fíkil, það er bara farið aðra búð bara. Farið aðra búð kallið minn. Já. En hvernig finnst þið svona, og það núna byrja í Bandaríkjunum, matur á Íslandi compared LA, þú veist hvað, er ekki Ísland svona 20% betra með mat eða? Nei, lenga veginn sko. En það, minnst ég alltaf fyrir út, þá bara, ég hlakka svo til að koma heim og ég ekki mat í Íslandi. Ég fann ekki mikið fyrir þessu. Ok, kannski skyndibita mat, eða þú veist, eins og Dominos og KFC og eitthvað, þetta er svo 20% betra enn á Íslandi. Þetta er bara ógeðslegt hann í Bandaríkjunum sko. Já, þjóðarétturinn Dominos náttúrulega hérna heima. Já, Dominos er náttúrulega geðveikt hér sko. Ég held ég aldrei fengið með Dominos í Bandaríkjunum. Ekki? Nei. Ég með Dominos í Ástralíu það þykir rosa hallarslegt að fá sér Dominos. Það er bara svona síðasta last resort sko. Það er eitthvað svona, það er bara fett sko. Það er bara pirrandi við vatni, minnst það er mjög pirrandi. Það er vatnið miklu betur hérna og fiskurinn er betri. En basically allt hitt Svo maður kaup, mjólkin. Þetta gos í Bandaríkjunum fucking klikka sko. Það er ógeðslega gott og þeir eru bara með eitthvað bara sigur bara, þú veist, við erum alltaf einhverjum svona diet-drasli og eitthvað zero. Alltaf sama. Nei, gaur, ég held að Powerade úti í Bandaríkjunum sem er svona 2 sinnum meiri sigur heldur en inn á Íslandi sko. Nei, það með einhvern uppáhalds veitingastað í nákvæmlega það er svo bíl. Já, alveg nokkra. Ég er sko, það er einn staður sem er sko bara algjör svona foodie spot og hann hefur með þess að fengið sko einhver svona Michelin? Nei, ekki Michelin, hann var eitthvað í LA Times daginn sem bara besti Thai staðurinn. Það er staður sem heitir Holy Basil og er bara í gangu fjalla frá mér. Holy Basil, þetta er bara veitingastaður. Er það chain eða er það bara einn staður? Þetta er bara einn staður. Ok, hella. Já. Er það svona Thai mat? Já. Og svo, bara það var ógeðslega mikið af góðum mat og sérstaklega í downtown sko. Þá er fullt af og það er líka fullt af svona food trucks og þú veist, geggju taco og allt þetta. Þú getur labbað í Hollywood eða? Nei. Nei, það er alveg það er alveg 30 mínútna eða svona 20 mínútna kærsla. Já. Og ertu ofta að fara á einhvað? Já. Kærastan mín býr þar. Hún er amerísk eða? Já. Já, ok, nice. Hún er eitthvað svona í kreitið vinnu líka? Nei, hún Er hún bara í Walmart, bara eitthvað að chilla? Walmart? Nei, hún er bóksarsvöður. Það er sem alveg smá kreitið. Nei, ok. Hún var að vinna hún er lærðu þerapisti. Vá. Já. Bara það er ekki fokkin skeri eða? Ég held að bara veit ekki á því að vera með þannig. Nei, ég segi svona. Hún var reyndar eiginlega að hætta.
Já, hún búin að vera bara einhvern svona burnouti. Hún byrjaði með þér og bara Sér, Þessi the vinna world is fucked. þetta er ekki hægt. Það er þá komið með, þú veist, réttindi. Er hún búin með þessu 5 ára, klínísk? Hún er búin að vinna í þessi 10 ár, sko. Vá, ok. Hvað er það gömul? Hún er 2 árum eldri en ég. Já. 30 ára, það getur alveg búið með þetta. Já, jú reyndar, vá. Hún er þá að byrja að snemma í Við erum svo ungir, við getum ekkert með þetta. Bara þegar þú segir búin að vinna, veit ég, 10 ár, þá hljómar það bara eins og 60 kona, skilur. Já, það var þetta við, út af fyrir 10 ára, þá vorum við 10 ára. Já, 10 ár er alveg 10 ár, sko. Það er helmingun á lífinu mínu, skilur. Það er, Búm. bro, vinna í 10 ár í sama. Þá skilja ég alveg að hún nennir ekki að vinna þetta lengur, þú veist. Hvað varst þú að gera fyrir 10 árum? Þá er ég bara... Borið nefið og spila töluleik, ég veit ekki, þú veist öruglega. Hvað, PlayStation 3? Ok, ekkert breyst bara. Ekkert breyst. Já, ekki neitt breyst. Hvað varst þú að gera fyrir 10 árum? Þá varst hvað, 21, svo... Þá var ég... Hversu seint fækstu bílprófið? Ég fekk það eiginlega bara strax. Já, vel gert. Það segja að það er ekki komið... Þú ert ekki ennþá með bíl, þannig að LA, sko. Fólk í dag, samt, er svolítið lengur að taka bílpróf. Já, það er fact. Jesus Christ. Ég þekki alveg mjög marga sem ekki bílpróf. Þeir eru bara ekki að bílpróf? Nei, þeir eru bara ekki að... Það er ekki gott, það er ekki fokkin bílpróf eitthvað svo, það er ekki skuttleikur um allt. Köttum það, hvað varst að gera fyrir 21? Þú varst... Hvað var rauður? Ég held ég hafi verið... Varstu búin með framhaldsskólan? Ég held ég hafi verið kannski Já, ég var búin með framhaldsskóla þá og kannski var ég eitthvað að fara í pröfur Ég fór í pröfur í svona nokkra leiklistaskóla. Ég var í því. Já, bara Íslandi þá? LHÍ eða úti eða bara... Já, ég komst inn í LHÍ. Já. Og... Ég leikar hann? Já. Vá. Já. Bara 1 og 10 þannig? Já. Vá. Og beilar það bara? Já, og svo... Í alvörunni? Já. Það er ekki margir sem gera það, komast inn og beila það? Nei, já. Vá, það er crazy, hver. En á hverju, hvað varstu það? Ég bara með langaði að gera tónlist. Já, ég mitt. Ertu það að byrja eitthvað á, þú veist, að gera þitt eigið stöf, bara svona? Já, ég var með einhver svona ímynd í hausnum að ég gæti verið að gera bæði í einu og svo komst ég inn í þetta Red Bull Music Academy. Já. Og það er residencia sem ég fekk að vera í Kanada og þar var ég í 2 vikur og Red Bull borgaði fyrir allt það og þá var ég að vinna með alveg brjálæðislega hæfileikur ykkur tónlistafólki og drekka Red Bull á hvernig degi og já, gauður, næs. Já. Og veit alveg hverju borguð þeir þetta? Ég skil ekki hvað. Já, þeir eru með ógeðslega skrítið business model. Já, það. Ég meina þeir eru með til mis bara, veist, lið í formúlunni og fótboltalið og eitthvað svona. Þeir eru svolítið bara svona fucking around, sko. Svolítið, ég held það, sko. Ég skil ekki, sóttur og þeir bara, já, kottu, við ætlum að borga allt fyrir þig og hvað fengur þeir í staðinn? Bara það að ég er ennþá að tala Red Bull núna 10 árum senna. Það er alveg ágætt. Sóttur á netinu og þeir bara, let's go. Já, ég sótti á netinu og maður þurfti að senda inn demo og ég sendi þá demo af fyrstu plötunni minni og komst inn. Nice. Já. Shit. Og hefur beilað okkur fleiri svona geggjum nám eða eitthvað? Hef ég beilað fleiri nám? Nei. Mér finnst það ótrúlega bara komin inn í leikarann. Draumi bara ég var nú næstu í heila önn sko. Já, okay. Og hætti svo og ég var með ógeðslega hæfileikar ykkur fólki. Já. Og er eitthvað annað frægur sem er núna að leika í öllu sem varst með? Já, ég meina það er fólk sem að vinna við það að vera leikarar og Rakel Björk og Ásthildur Úa þau eru þarna, Steinun og já, þau er bara fullt að ég er hræðilega með nöfn sko. En er þetta ekki bara svolítið svona 2 draumar sem bara svona skárust á? Bara tónlistin og leikur? Jú, ég sá einhvern veginn fyrir mér að ég gæti verið að gera bæði í einu og svo var það bara alveg skýrt að mér langaði bara að gera tónlist og ég svona var líka kannski ekki beint að tengja við mér langaði svolítið að vera svona minn eigin gæfu smiður og fann það að, þú veist, að fyrir mér var leikarnámið svolítið svona og bara ég er ekki að reyna að vera eitthvað leiðilegur en ég upplifði það nánast eins og ég væri svona meiri bara svona strengjabrúða sko. Já. Ég skil hvort að fara, það meikar sens. Já, en ég ber mjög mikla virðingu fyrir sko leikurum og þeim sem geta tilengja sér þetta og veist, en bara fyrir mér fannst það ekki mér langaði að gera mitt og svona og það er eitt af því sem er svo flott við að vera tónlistarmaður, maður er bara einhvern veginn ég get sami lag bara núna eða á eftir og tekið það upp núna á eftir þú veist, ef maður svona er í bíói
eða leikhúsið, það er allt svona stórt og flókið og mikil framkvæmt. Það er þetta bíu eftir að gefa þína hæfileika út og svona, skilðið sko. Ég hugsa alltaf, ef ég verð milljarðamæringur þá hendi ég eitthvað geggjaða bíómynd bara, borga fyllt eitthvað liði bara. Vá, hvað það lélegasti draumur heimi. Nei, það væri hella. Mér finnst það flottur draumur. Nei, svona Hollywoodmynd, eitthvað movie, svona kemur svona alltaf Baltas og Kormungur, bara movie by Óli, svo bara borga ég fullt eitthvað liði til að múna til og ég bara, ég bjóði til. Já, það er flott. Þetta er flottur draumur. Það væri hella, hvað menn? Það væri lélegast. Ok, þú ætti bara endurlösa penning, það myndir ekki. Já, ég að segja, þetta myndi ekki bent í, þú veist, skilur við. Nei, mynd. Það er eitthvað svo hella eiga bíómynd, bara, finnst það ekki? Nei, Jó, vera kvikmynda framleiðandi, ég held að það sé úrslega spennandi. Nei. Ég var ekkert eitthvað degjurstolt þegar ég ætti eitthvað bíómynd, sko. Þú getur bara bent á plaggetið bara, yo, that's mine, bro. Ég get líka bara bent á myndir sem ég tók og sagði ég á þessa mynd. Já, það er mynd, bro. Já, ok, hvað voru að tala um? Þannig að Red Bull Academy Red Bull. Áttu þú eitthvað svona draum, eitthvað svona goal? Já, mjög mörg stór markið. Já, það? Ertu svona að skrifa niður og svona plana 5 ár, 10 ár svona fram í tímana? Kannski ekki beint þannig. Nei. Ég er ekki svona vision board típa. Svolítið bara svona í hausnum, bara svona að trekkjast. Já. Það manifesta það? Já, á mörgu leiti. Ég meina, mér langar til að gefa út meiri músík sem nær víðar og mér langar að vinna með hæfileikaríku fólki og mér langar að vinna með fólki sem að veitir mér innblástur og mér langar að skilja eitthvað eftir mig og mér langar að tónlistin mín skipti fólk máli og hún hreyfi við fólki og hún sé meira en einhver bakgrunnur, hún sé meira leiðandi afl. Já. Hvað er þið svona drauma artisti til að vinna með? Þetta er svona mest spurða spurning ever, en hvað er svona... Bara Rihanna. Rihanna? Bara það var Rihanna, shit. Það væri grjótart. Þetta var klikka sko. Já, það væri mjög nett sko. Ég er ímyndað með svona þig og Rihanna-lagi, það verður rosalegt sko. Já, ég var líka bara til að semja eitthvað fyrir hana, pródúsera eitthvað fyrir hana. Já, Hvernig lætur maður það gerast? Hvað er næsta skrif? Er það ekki bara svona eitthvað... Það er ekki bara að kynnast einhverjum meistara? Nei, það fer í gegn með einhverju umbóðsmenn og eitthvað svona kæft það sko. Já, svona kynnast einhverju gæja sem er bara nágrunnar. Nágrannar? A&R er Artist Relations eða eitthvað þannig og þeirra hlutverk er að taka við lögum og hlusta á lög og demo og segja við síðan þessar stjörnur ok, þetta er lag fyrir þig, þú ættir að taka þetta lag og þetta er svona tengingin á milli sko, songwriters og artista og það er eitt af því sem kannski fólk hefur ekki alveg er ekki alveg augljóst er að Rihanna, hún semur ekkert af sinni músík sko. Ekki eins og textan. Ég held að Bruno Mars hefur saman eitthvað lög fyrir hann ég meina hann semur sína einn músík já, hann er geggjaður að semja tónlist þannig hún er bara söngkona já, hún er eiginlega mjög mikið bara hún er bara svona vitt í Houston, ég var að horfa á hana heimildamyndina nei, bíómyndina, það var einmitt þau bara settuð CD og hún bara, ég fýla þetta einmitt Ertu að skrifa fyrir aðra artista? Þú songwriter bara já, ég hef alveg verið að gera það núti og svo er reyndar að því við erum að tala um Rihanna það er mjög fyndið koncept sko þegar maður er að tala við pródusenta og songwritera þarna úti og maður spyr ok, hvað ert að gera þá telja allir upp, já ég er að gera þetta og svo er ég með nokkur lög í Rihanna Jail kallaði þetta og það er það sem að það er þeirra sko teimið hennar Rihanna er búið að segja ok, við erum áhersum fyrir þessu lagi ekki senda neinum öðrum þetta, við ætlum að gefa þetta lag og núna er orðin, ég veit ekki hversu mörg ár síðan hún gaf út músík þannig að, þú veist, one of your songs is in Rihanna Jail Já. En hvað eru þá svona borgaringar fyrir svona ekki svo, máttu ekki gefa einhverjum öðru bara, eða þú veist Geti gert En þetta er samt líka svona, kannski vill Rihanna lagið mitt það er svona kannski það er bara hvort þú sér tilbúin að taka sér sko. Er hún hætt bara? Hún er ekki búin að gefa lag, hún gaf síðast fyrir hana Black Panther, eða ekki? Black Panther Hún er líka billionaire Hún er ekki með hana make-up, nei hvað gerði hún? Hún gerði eitthvað ógæslega snið Fenty? Já, Fenty, hún á Fenty sko. Hún er bara hún er businesswoman Hún er rich Já, hún er rich, hún bara á bara Hún getur alveg keipt bara hálft Ísland Nei, ég segi það ekki hálft Ísland fyrir eina B, nei Ég er að tjóka, ég er að tjóka En þú veist Hvað er Ísland worth?
Þú að skoða GDP þannig að þú veist hvað Ísland framleiðir ári þú veist þannig að þetta alveg ég held að Ísland sé ekkert það dýrt jú við erum með náttúruna maður hvað það við erum eitthvað How much Þetta er svona heimspekileg spurning sko. Þetta er mjög Iceland það er ekki hægt að kaupa lönd þannig að þetta er ekki svo spurning sko. Hún geti Já, Jú, spurningin reyndar. gæti hún keypt það reyndar gæi þannig að Bretinn sem búin að kaupa upp Já. Ísland er alveg 30 billion worth Hvað þýðir það? Hvað síðu ferð á? Bara Google Ég googlaði bara how much is Iceland worth og það kom bara hérna total 30 billion what the fuck ég skil þetta ekki Hvað ert þú mikið worth? Ég hvað getur kæft einu það? Hvað kostar bara að kaupa bara þig? Bara ein bjöður skal gera hvað Ein sem er. bjöður. og þú veist hvað 8 komur Nei, ég er að fucka ykkur Þannig að, hvað var það? Rihanna Jail, já En hefur þú sami fyrir einhver sem Þetta komin eitthvað jail Þetta komin einhver jail, svona Ég er með nokkur lög sem að ég veit að er verið að svona shoppa og eru svona í umferð og veist, fólk hefur verið áhugasamt Já og Hvernig auglýsur það? Eða hvernig svona auglýsur ég er með texta og Já, nákvæmlega I got my mixtape bro listen to my Já, þetta er svolítið þannig sko Þú veist, það er til dæmis þetta að tengja sig við A&R eða manager eða labelið og já, og svo ef maður er með einhverja persónulega tengingu þá getur maður, veist, approacha fólk og sagt bara, ég með lag hérna fyrir því og bara allir gangur á því og ég er ennþá að reyna að finna þetta Þetta er bara svona skítamix bara svona Já getum allt En þetta eru það bara textar Þetta er ekki Eða þú kannski búin að syngja eitthvað af þessu Þetta er yfirleitt bara alveg full klárið lög sko. Ok, já, þú er það bara búin að syngja eða eitthvað svoleiðis Ok, nice Það er cool reyndar Svo bara senda link En færðu það ekki konun til að syngja alltaf svona maður heyri hvernig kona væri á læginu Jú, þú getur gert það Svo er eitt af því sem maður byrjar að gera er bara að taka bara AI og replacea bara þannig að þú getur meira þess að látið skilur svona rehönnu gerfi sko, hún myndi ekki svona fyrir að syngja bara basically sko það er crazy, bara framtíðin er svona Þetta verður skeri sko Ég meina hafið heyrt þessi demo þú veist að láta Rihanna syngja Michael Jackson svona fræga var ekki Drake-lagi já svo það hérna BBL ég er búin að heyra svo mikið á svona Freddie Mercury taka svona önnur lög shit hvað það geði já ég finnst gaman að hlusta á það sko þetta er ótrúlega tímar sko geðveikt hafið ekki líka bara hort á hann að þetta er á TikTok þetta er svona brain rot dæmi það sem er svona kúlur er að detta niður hann að meysið þá er að syngja svona skiptur jú já ég sé það þetta er svona keppna millir bolt og svo sem fyrstur það er bara eitthvað Simpson karakter að syngja og bara eitthvað rugglir að syngja ég horfi alltaf ég horfi alltaf að líka ég er bara svona ég verða þetta er svo ógeðslega mikið svona bara brain melting dot sem maður bara horfa á TikTok sko ertu eitthvað að sjóða heilaðin á TikTok eða ég er ekki á TikTok ég er með einhvern aðgang en vel gert ekki byrja sko eða bara posta bara ekki nei ekki eins og byrja að posta þú verður fastur sko þú myndar að ekki þetta hometakar ég bara plustakan og svo posta svo fyrir bara úr forritinu ég er búin að gera það bara já ég hef nokkur sinni postað en þetta er ekki fyrir mig þú scrollar ekkert short content ekkert YouTube Reels, Snapchat eitthvað Instagram Reels jú ég eða alltaf miklum tíma á Instagram þú ert á Instagram Reels já annarkvort ertu bara Instagram Reels eða TikTok ég er að bæði sko en þú ert ekki ég er ekki talað um neitt sem er bara alveg það er engin nema kannski afi minn sem veit ekki hvað TikTok er með þess að pabbi minn sem á ekki Facebook ekki neitt hann kann ekki neina samfélagsmiðla hann er komin í Apple TV-inu hann er YouTube hann er byrjað að skrolla inn á YouTube í TV-inu YouTube Shorts hann er YouTube Shorts í TV-inu bara og hann er eitthvað að sjá eitthvað svona sem ég er búin að sjá á TikTok-inu þetta er virkar á enginn er óhulltur nei þetta er skrítin heimur sko alveg bara klikkaði sko þetta er svona þetta er crazy þetta er svona eins og drug basically sko já 100% en þú veist þú ert að skrifa lög og gera alls konar út í LA þú veist hvað er svona main source of income fyrir þig út í LA já ég meina þetta er rosa mikið hark sko þú veist þannig að ég fæ einhvern pening á því að vera að pródúsera lög og vera að taka upp fólk þú veist það er bara aðalega þannig sem ég hef verið að græða pening þú er svolítið bara svona frílansa tónlistar dót einhvern veginn svona og þetta fyrir allt bara ekki um eitthvað fyrirtæki og bara eitthvað svona basically sko Nice. Spotify er ekkert eitthvað bara making money nei, maður lítur eiginlega bara á það sem einhvern svona bara best að gleyma því og svo fer maður eitthvað eins og tísur árið og eitthvað, já, alveg ég er með lögum Spotify já. En þú er aldrei að gefa út neina plötur eða svona vínplötur eða neitt jú eða það? What? Ég er ekki nei, ég er ekki búin að sjá það en að öldu held ég
Ég er ekki hjá Öldu. Nei, þú varst í Sony, eða ekki? Jú, ég var hjá Já, Sony. þú varst í Sony, já, ok. Já, ég er alltaf að versla hjá Öldu þannig. Hvað er vestum á það plöðuna þínar? Er það bara í Lucky eða nei? Já, þú getur fengið að Lucky. Já. Ah. Þú ert ekki Lucky Pace með? Fokkin lansin ég fór í Lucky, sko. Já, Einar hætti að mæta það. Nei, Alda er bara, Alda er eiginlega bara betri, sko. Andurs, Einar. Það eru áritað plötur frá Bubba og einhverjur. Ég er að fara þangað, sko. Hvað er Okay. Of course, þeir eru líka með allar Eminem plötunar. Allar. Eminem plötunar. Ég get ekki sagt neitt um það, ég veit ekki um plötur, sko. Gaur, let me do my things. Já, það er bara, nei, Lucky er samt, Lucky er geðið. Já, Pace for Lucky og ég elska Lucky. Eða þú hlustaði bara, Lucky ég elska ykkur, sko. Þeir elska ekki tilbaka lengur, sko. En hvað, er þetta ekki vesen að búa til plötu? Er þetta ekki, þú veist, eða er þetta bara Sony sem gerir þetta fyrir þig? Svona, svolítið. Semja plötuna eða Nei, þannig að panta vínilplötuna. Já, ég hef ekki verið mikið involverið í því, sko. Nei, það er svolítið, er ekki bara labelin, svolítið sem að græja það allt. Ég heyrst það nefnilega, það er einhver gæjar sem er skólinn mínum sem var að fá einhver samning hjá einhver finnsku dóti. Þeir voru bara að prenta plötu fyrir að gegga, ég fekk plötu. Vá. Ógeðslega ómerkileg saga, ég vildi bara segja hana. Já, takk fyrir að tala. Þú sagði eina systur á hann, áttu mörg sískinni það? Já, eina systur. That's it. That's the message. Og við erum ennþá að dansa. Við erum ennþá að dansa eins og þú sagðir hann, bara eftir danstímana. Ó já, herðu, hún er sundkona, hún er ólympíufari. Nú, shit, það er alveg. Hún á fullt af Íslandsmyndum og var með silfur á Evrópumóti og er akkurat núna hérna hinum megin að prófa í fyrsta sinn að vera íþróttaþulur. Það er eitthvað sundmót í gangi og ég man ekki alveg hvað það var, en hún er, já, íþróttaþulur núna í fyrsta sinn að prófa það. Geggjað, þannig alveg hæfileikar í fjölskyldunni. Þannig hún er ekkert inn í svona lista hvernig hljóðfæri neitt svona? Nei, hún var að læra píano þegar hún var ung, en hún er meira svona íþróttagarpur. Einmitt. Varst þú ykkur í íþróttum mikið það? Já maður, ég var Íslandsmeistari í 3. flokki kalla, skoraði ljótasta mark fótboltasögunar, fekk boltan einhvern veginn í mig og hann slisaðist mark, en það var mjög flott fagnið, sko. Já, hvað? Ég var með eitthvað move, ég man að fólk var, ég var svolítið svona trúðurinn, sko. Já. Og var líka í B-liðinu, þetta er 0 impressive, þetta afrek, en ég man að svona strákarnir voru svolítið ánægðir með fagnið, sko. Ég var með eitthvað fagn. Ég man, var þetta káðaðir eða? Nei. Fólk heldur alltaf í þessum vesturbænum, finnst þú það fyndið? Já, veist MR, er það ekki svona vesturbænum? Já, ok, fair enough. Já, nei, ég er FH-ingur, sko. FH? Það varst Hafnarfirði? Já, meina. Langt að fara í hérna MR, eða ekki? Já. Vildur ekki þóri flens? Nei, mér langaði að fara í MR, sko. Stránt. Er það ekki svona snobb MR? Það er alveg smá. Low-key. Það er ekki versl og meira svona snobb. Eða hvað? FG er orðið snobb núna, held ég. FG? Jú, það er orðið nýja versl á mínum átti, sko. Mér finnst MR ennþá verið svolítið snobb, sko. Ok, jú, það er mentasnobbið, sko. Já. Það er menta. En sko snobb, ekki snobb, skilur við erum á Íslandi, sko. Það er ekkert deila. Já. Núna erum við svolítið gamli, sko. Við erum búin með framhaldsskóla. Já, ég veit það. Núna verður við bara eitthvað. Við erum bara. Núna getum við ekkert sagt eitthvað. Já, framhaldsskólalífið, það er eitthvað. Já. Það leið svo hratt, sko. Það leið bara, búm, bara fór bara. Og þá var þetta líka bara 3 ár hjá ykkur. Já, og COVID-ár, 1 ár. Já, einmitt. Þannig fengum við bara 2 ár í skóla, sko. No joke. Ég meina, ég fór sko í skiptinum, þannig ég var þannig séð sko næst í 5 ár í mennskóla. Já, nei. Já, það var ekki metið. Nei, ekki MR. Já, einmitt. MR er svolítið snobb, sko. Þeir vilja bara læra hjá þeim, sko. Læra latínu. En klárar það? Læraðu latínu, actually. Já. Wow. Ég hef heyrt, þarf ekki að gera það í MR? Jú, ef þú ert að málabröðinu. Já. Varst það í því þá? Já. En þú klárar það og stúdendar það í MR? Já. Okay. Nei, ég endaði mér að klára í FG. Já, ok. Tók bara snobbi allarleið, sko. Nei, ok, þú ert með þá stúdent og allt það hérna og þú veist, ákveður fyrst skiptina bara til að... Já, mér langaði bara að upplifa það, þannig ég fór til Paraguay sem er í Suður-Ameríku og var í 1 ár þar. Mér starfði þetta að klikka, það farið til Paraguay í skiptina. Hvað gistur þú? Ég var hjá fjölskyldu sem að tók með... Já, þetta er þannig, sko. Vá, ég er stressað, sko. Shit. Já, ég var hjá 2 fjölskyldum, svo fyrri var mjög trúið. Já, þannig, bara vel. Já, bara, veist, biblíu, lesópar á kvöldin og haldast í hendur matborðið og svona... Fara með bæn við kvöldmataborðið, sko. Varst ekki að fíla það?
Og þetta var líka þorp sem heitir Guarambari sem eiginlega enginn bjó í og ég var ekki að fíla með það sko. Nei, það er ég. En samt ótrúlega upplifun sem ég get þakklátur að eiga sko. Einmitt. Sjá hvernig, já. En svo var ég hjá annarri fjölskyldu sem að tók mig að sér í hálft ár og ég alveg dyrka þau og held ennþá svona reglulegu sambandi við þau sko. Já. Eftir bara mörg ár. Já. Hvað, varstu að bara læra einhvað í skóla þar? Þú veist, þetta var engin ástæða til að fara í skiptunum? Nei, bara svona upplega heiminn eitthvað? Já, ég meina, ég hafði mikið áhuga á því að læra spænsku. Já. Og þú veist, mér bauðst einhver 4 eða 5 lönd þarna í Suður-Ameríku og eitt af þeim var sérst Paraguay og ég vissi ekki neitt Paraguay, þannig ég ákvað, ég ætla að læra eitthvað þetta land og fór þangað inn á í 1 ár. Já. Og nú kannum spænsku. Já. Það vel gert. Ekki alltaf að segja mann að þarf að fara 1 ár í skiptunum með eitthvað svona. Jú, maður á að sjá heiminn sko. Þú varst að pæla að gera það í háskólanum? Mér langar að gera það. Alltaf þú yfirgefa mig í háskólanum, bara að fara eitthvað til Írlands. Þú vildi fara eitthvað til Írlands. Mér langar til Írlands. Ákveð til Írlands? Þeir tala ensku. Þú getur næstu í labba til Írlands. Nei, já, þeir tala ensku. Ég fíla culture-ið. Ég elska breyta á svona, ég fíla. Þeir eru eins og, mér finnst þeir eins og þeir tala ensku eins og Amerikanar, nema þeir eru bara með svona okkar meira culture, skilur. Mér finnst ekki verið þetta að fara til Írlands þegar þú getur bara flóið einhvað 2 tíma, sko. Það er nýtt culture. Ég held að þú getur lært mjög mikið að ég fara til Írlands. Lært að drekka bjór og svona. Hvenær byrjaði þú að drekka bjór? Svolítið seint. Ég held ég að verið 17-18 ára. Seint? Er það ekki seint? Ég svipaði bara, aldrei. Það er alveg seint fyrir sumir sko, margir byrja 14 ára sko. Hvernig byrjaði ég? Fyrsti bjórinn minn var í bóði Vesturports leikhópsins. Já, okay. Wow, þau eru hjús maður. Já, ég fór á sýningu í London, þau voru að sýna þar. Já. Og við vorum nokkrir strákar, svona leiklistarstrákar og fórum og og svo spurðu þau okkur eftir okkur, er þið ekki 18? Við eitthvað, jú. Og rætti okkur bjór og þetta og ég var svona búinn að pæla í að þetta er þið fyrsti bjórinn í Ísari ferð og svo bauðst þetta og ég þetta er momentið. Já, nice. Óli mátti ekki panta sér bjór í London? Ég var svona orðin 18, ég var ekki með Óli var ekki með vegabröðið sitt? Ég ætlaði að fá okkur kokteil á okkur hardrock, Já. Eina með skiptinni, ég var bara með rafrænt. Já, það telst ekki með rafrænt. Þeir eru bara ekki, nei. Það er rafrænar rusl, það virkar ekki neitt. Nei, þeir eru hættir að accepta líka í Íslandi. Kjátaði sko. Það er alltaf að feika þetta. Já, greinlega, þetta er algjört kjátaði sko. En, þú veist, ég er ekki mikið að plá mig sko. Alls ekki sko. Ég er að pæla hvort að hafa kannski spurningar. Já, hendum við þær. Og fyrir svo kannski að tala hans meira um tónlistina. Að segja, við fengum einhver spurningar á Instagraminu. Viltu að ég lesi núna? Já, maður gera. Ég les alltaf. Fyrir minni Archives, story.út. Yes sir. Var þetta í flóða mynd bara? Æðislega mynd. Hvaðan er þessi mynd? Þetta ég var í myndtöku fyrir Kölska sem eru jakkaföt. Fekk sérsmíðið ógeðslega falleg jakkaföt. Þannig að þú hortar jakkaföt, segir Ég horti ekki neitt. Þú fyrir að reyna að fá mig til að segja ég sé horter. Ég er ekki horter. Hann er algjör horter, guys. Hvað áttu mörg jakkaföt? 2 held ég. Í alvörunni? Það færði en ég sko. Í alvörunni? Jakkaföt? Ég var bara einn sko. Ég held bara 2 jakkaföt. Wow. Það er ótrúlegt sko. Can you sing something in Spanish? Wow, Þú þarft ekki að syngja. Þetta er til að vinna þinn, en að segja hann username. Official Pedro Mendoza. Ég veit ekki alveg ok, ég held að það er vinnur. Akkur heldur þetta sé vinnur? Af því ég held að það er eitthvað vinnur úr LA sem tala spænsku, skilur. Nei, þú þurfur ekkert að syngja. Ok, já, einmitt. Þetta er ekki... Nei, bara kanta ykkur. Sing right now. Takk til 10 arbur. Það er núna að syngja næstu tíminnar. Nei, en kanntu eitthvað að syngja á spænsku? Já, ég get alveg svona, ég tala spænsku. Despacito og svona. Það er hella sko. Hvenær eru næstu tónleikar á Íslandi? 13. júlí á Græna hattinum. Fyrirgefðu, 12. júlí á Græna hattinum, 13. júlí í Gamla bíó. Mjög spenntur, endilega komið. Er það svona nafn á þessu eða? Ómótstæðileg. Já, svona nafn. Já, svo nýja lagið sko. Já, nýja lagið náttúrulega það. Já, við fengum að heyra undan öllu. Nei, þú stólum að senda miljón maður. Það var gaman sko. Hvað tekur í back? Herðu, ég
Sko, ógeðslega fyndið af því að nú er alltaf pund í Bandaríkjunum Já, vá, það og ég veit eiginlega ekkert hvað ég er að taka. Nei. Ég veit ekkert munna sko. Það er svona nánast tvöfald. Það er ekki Já, það er næstum því. Já, það er en ég set bara eitthvað og bara gera eitthvað sko. Eru kilograms tvöfald þingri? Nánast, þetta er svo rugglandi, þetta er ekki tvöfald. Er kilograms þingri? Já. Okay. Það var eitthvað 1,9 eða 8, ég man ekki. Já, þetta er svona einhver skrítintal. Þetta er einhver svona pínu skrítin. Veistu pandin samt að svona cirka? Nei, ég veit að metið mitt er sko 97,5 sem er ógeðslega vandræðilegt því að ég ætlaði mér að ná 100 kílóum. Ég 97,5 kíló í bekk. Það er gott. Ég var með eitthvað svona áttak, ég ætlaði að ná 100 kílóum. En þú náður ekki? Já, svo tóknaði ég bakinu og svo fór ég beint í að þjálfa mig. Ég tók hana hálfmarathon, hitt ég fyrir að þannig ég á ennþá eftir að taka 100 í bekk. En ég með 97,5 er ekkert lítið sko. Það er alveg fínt að taka það. Ekki get ég tekið það sko. Flottur. Herru, hvað er Við getum kannski saman. Já, nei, við getum að rétta það saman. Hvað er uppáhaldslagið þitt sem þú hefur samið? Næsta lag? Já, vá. Er það allt þannig? Ég held að það er bara næst spurning. Nei, ég svara þess ekki. En er það allt þannig? Ég svara þessari ekki. Er það allt þannig? Þú ert alltaf næsta lag að vera betra og betra? Bara... Já, ég meina, mér finnst bara ógeðslega gaman að semja tónlist og já, þetta er alltaf svona nýtt afl í lífum hans að fá að semja lag sko. Gefur mér ógeðslega mikið. Já. Hvað er fljótast það? Þeir eru bara 30 mínútur á semja lag. Já, eiginlega öll bestu lögin eru svona bara frekar auð saman sko. Kemur þetta bara til þín? Ertu bara búin að raula eitthvað all lagin og svo kom bara eitthvað orð? Bara svona... Það er eiginlega allir gangur á því sko. Sumt mikið af afsakanir plötunni er sami, ég var mikið á hjóli og var með svona hugmyndirnar að hvað mér langaði að semja og kannski viðlagið og svo er það stundum þannig að maður spilar eitthvað á gítar og semur eitthvað ofan á það og stundum gerir maður eitthvað beat og það kveikir á einhverju eða maður á samtal við einhvern og hugsa að þetta væri falleg lína til að koma að í einhverju þannig það er eiginlega no method to the madness. Þetta er mér líka ennþá bara mjög dularfullt. Þetta er bara einhvern veginn gerist sko. Þegar þú semur eitthvað á gítar er það bara, þetta er gamevísitur fyrir mér þegar þú læra á gítar, bara svona þegar þú nýbyrjar að læra á gítar þá bara er maður bara, hvað í fucking maður gerast þennan þú veist, ertu þá bara að spila einhver random nótur og svo bara svona þetta hljóma vel bara var ekki einhver hljómar eða ekki að það sagt? Jú, herðu, ok, þetta er eiginlega já, hvernig maður að lýsa það, ég veit ekki, já ertu kannski með eitthvað í huga bara, þú veist svona reyðan með eitthvað svona ég meina, þetta er náttúrulega svo misbröndi þegar maður læra, eins og núna, þegar ég læra gítar maður bara, ég skil stundum ekki bara hvernig fólk semur lög á gítar að bara, að líka bara þegar nýbyrjar að læra gítar þetta er samt nánast eins og að lýsa því bara hvað, já, hvernig dettur í hug eitthvað til að tala já, einmitt þú veist, þetta verður mjög hratt, mjög heimspekilegt þú gera það bara veist, þetta er eitthvað það kemur bara svona já, einmitt að þú heyrir alveg nótur, þú heyrir búm, þetta er A eða B eða eitthvað, þú veist, þú heyrir það bara já, þú getur það mér að ég get það, en þú veist, núna getur það bara píónu, bara heyrt nótuna get ég heyrt nótuna, áttu við að ég sko það er til eitthvað sem heitir perfect pitch og þá getur fólk bara án þess að heyra neitt samengi, það getur heyrt bara ok, þetta er 440 Hz. Nei, ég er ekki með þannig. En ég er með relative pitch, þannig að þú veist, ég veit að ef ég heyri tvær nótur, þá veit ég sko hvað tónbilið er. Já. En þú getur svona sagt, þú veist, þetta er A, B, ekki? Ef þú myndir spila á gítar, þá er já, á píano, það er ekki miklu erfiðara. Ég gæti auðvitað fundið út úr því hvað, já, ég get fundið út úr hvað nótur eða hvað hljómar það er ekki allir þannig, af því ég hef heyrt það var ekki einhver gæi í einhver mjög frægur bandi sem tónlist, hann sagðist ekki geta heyrt þetta, hann bara svona prúður, hann heyri rétt. Já, meinar. Hann sagði það, sko. Þetta sé alveg nokkuð sem gera það, sko. Já, hann bara svona prúður. Já, einmitt, ok. Það er svona hálf blindur, skilur, hann finnur ekki, þú veist. Já, ég lærði alveg hljómfræði og var í jazzgítarnámi, sko. Og það er skemmtilegt nám sem ég beilaði á. Já. Akkur beilaði það? Mér langaði bara að semja tónlist. Það var bara, herri, fuck this, ég er bara farin. Fuck this shit. Nei, ég lærði það ógeðslega mikið og með frábæra kennara og Þannig að mælu með að vera með kennara þegar þú læra gítar. Já. Þetta maður svolítið bara svona að læra sjálfur eitthvað. Nei, ég meina bara whatever works.
ég meina það gott að vera með kennara bara til að fá svona smá leiðbeiningu og ég held að sparki maður væri rassinn. miklu fljótar ef maður með kennara sko en þú veist, já, eða tjekka kannski því er það að vera kennara minn og gítar ég kann gítar sko. Nei, ég er að fokka ég læra píano í 5 ár, eða 4 ár eða eitthvað Óli get ekki spila ég man ekki neitt sko píano. Af því ég heyrði aldrei tón, ég þurfti að horfa á nótuna þú veist, þarna og reikna út, skilur þetta þaðan, þannig ég þarf bara, skilur þá fyrir að 3 upp, skilur ég gæti ekkert hort á nótuna og bara, já, búm, skilur en svo með tímanum þá myndast sko einhvers konar þetta er bara svona puttan mér núna, þú veist, ég er bara búin að vera að gera bara nótur, bara endalaust og þú gerir þetta ógeðslega oft bara þegar þú horfir á sjónvarpið bara eftir ekki að spila, bara að skipta þá kemur þetta bara alveg naturally bara ég gerði það ógeðslega mikið þegar ég var að byrja þá en það er svona bensku minning er að koma heim úr skólanum, gera mig grillabrauð setjast framan sjónvarpið horfa á Pop TV og spila reyna að finna út úr sko hvernig ég gæti spila með lögunum sem voru í sjónvarpinu já, finna rétta tóndun, hvort ég gæti spila pentatónskalan yfir það, finna út úr hljómanum og eitthvað, veist, hlusta Gorillaz og reyna að finna því þetta er fárlega gaman sko mæl með að læra hljóðfæri sko herra, ég var taka spurningu einhver fleiri lög með Ás á leiðinni ég væri til að vinna meira með honum, hann er svo ógeðslega hæfilegur ykkur ógeðslega er hann flinkur hann er einn af þessum strákum sem að fer kannski lítið fyrir hérna heima á Íslandi en er að túra, veist, í Bandaríkjunum við tekjum við til hann sko já, geðveikt hann er geggjaður sko hann er æðislegur hann er mjög svona underrated inn á Íslandi sko big time farlega mikið sko og ég væri geðveikt til að vinna með honum hann var í LA daginn, ég var eitthvað að tala um hann á Instagram ég væri til að vinna með honum meira þegar gerðu leiðana fórstu til hans eða kom hann til þín? Hann kom til mín og ég man að ég fór í sessjónið eða þess að við byrjuðum eitthvað að vinna í þessu og gerðum einhvað smá grunn og svo tók hann við þessu og bara hann púlaði eða svona reverse uno á mig hann gerði það sem ég gerði yfirleitt þegar ég fyrir sessjóna hann fór bara og hann full kláraði náttúrulega ógeðslega mikið í laginu hann er náttúrulega svolítið svona prodúser já, hann er geggjaði prodúser, geggjaði lagöndur flotta rödd og mér þykir mjög vænt hann er mjög flinkur en það var, þið gerði þá lagið í FL, eða ekki? Ég gerði einhverja rásir í Ableton, spilaði inn einhverja gítara svo, þannig að þetta var svona eiginlega svolítið bæði hann gerir held ég allt í FL sko. já, ég held að já, hann er í FL hann er FL gæði, ertu ekki til Logic eða ertu bara í Ableton? Nei, bara í Ableton Beidu, það ekki svona The Da Vinci of Ableton er meira svona, finnst mér svona classic eða svona, eða ekki það er svona aðeins eldri, mér er svona engin ungur í dag sem bara, hey, Ableton ég veit ekki, jú, er það ekki ég veit að Ableton, það er mjög frækt fyrir að vera $60 á þetta life, það ekki, ég munur það sér áttu lifetime Ableton subscription held það hvernig Logic, þú getur keypt það bara eins og já, $100, nei $300 já ég veit ekki ég var ekkert að skoða eitthvað á YouTube við horfum báðir á mig á sama tíma, ég man ekkert hvað það kostar nei, en samt það en þetta er bara, veist þetta í grunninn skiptir það engum máli hvað þú ert að nota er þetta ekki allt sama forritið í rauninni gera allt sama sko já, svona, það veist þetta er bara mismunandi verkværi, skilur og þetta er bara eins og við tækjum þetta í ljósmyndinu og vídeogerð það er til fullt af forritum til að vinna í sko en öll gera það sama í endan nennir að byrja að gefa aftur út hot textalög á Íslandi á íslensku, sorry ok, já, takk hvað því er þetta? Hot, bara sexy, eða nei er ekki bara eins og í vímu og einhver svona þannig, skilur ómóðstæði var alveg líka, það var alveg svona hún ómóðstæði já, nennir að halda fyrir tónleika á Íslandi hann er að gera það, það er fallegt tjekkja það á tónleikum getur aftur fengið þér V-cut klippingu ég veit ekki hvað það er V-cut klippingu, já varstu með eitthvað svona ég var alltaf að láta raka hún Carlotta var alltaf að klippa mig klippti mig alltaf þannig ég er ekki flottur þetta er ræðilegt, nei, tjóki þetta er flott, komin svo er einn að síðast að getur hann byrjað að posta production tips á TikTok ruggla production hjá manninum wow. það verður hella, sko já, einmitt ásetulur á því já, hann er mjög mikið hann er ekki að kenna, hann er bara svona, ég gerði þetta og þetta hann sýnir þetta, hann sýnir bara hvað hann gerði, skilur já, ég ætti kannski mér finnst bara svo mér finnst það ekkert sérstaklega gaman að vera að gera svona content sko. mér langar meira bara að vera að gera tónlistina geti hendi eins og hann hvað heitir hann gæði svona, hvað gerist ef við notum þetta hljóð og svo gerði hann lagið úr því hann mjög fræ gæðin hann
Charlie Puth Já. Þú helst að það var real Ekki að fara að segja núna hvað mannstu Ég svona helt slow-key Nei, Ingi Power sagði þér að þetta var ekki real Hvað var ekki real? Hann var búin að segja mér þetta áður til að Hann er búin að segja mér lagi áður en hann er svona að feika svona eins og hann hafi verið búið til lagi úr þarna bara einhverjum light switch Þú veit komið núna á TikTok Hvað ef við gerum lag með svona ómátt stæl Já Svona þetta er búið til lagið bara á TikTok Já, ég skilði Og er þetta fókið fyrir Já, þetta er 100% búið til fyrirfram bara allan daginn sko Who knows Charlie Puth átt að vera eitthvað crazy eitthvað Hann átt að heyra bara Hann er með perfect pitch Hann heyrir hvað hann var þarna í Late Show eða eitthvað þá var hann að sína hann að fucking cool djóðarlega til að vera með svona Laufey sönguna er líka með perfect pitch hún er alltaf geggjur Eru hittu eitthvað hana? Já, ég vinni með henni, hún er aðeinslega Crazy hvað hún bara Já, allt í einu bara, þetta er klikkað Ég bara, vissi ekki hvað það var Það virkar eins og allt í einu sko úr fjarlæða Hún var að líka einhvern tala, hún var alveg að harka sko Auðvitað sko, nei þú veist, fyrir mér einmitt bara svona eins og sem fylgist ekki með þessu einhvern veginn Það er bara allt í einu bara, holy shit, einhver Íslendingur er bara frægur Ég horfði á þetta Iceland Got Talent, fyrst, fyrir lungu Hún var Iceland Got Talent sko Já, Sagði það ekki Bubbi og neyri hjút? Ég manna ekki Ég man að ég tók eitt session með Nótt og Grandi Ég sagði hann að þú ert að vera heimsfræg og hún bara sagði, ég veit Sagði það? Ég veit What? Það er þetta grjótart sko Wow, ég veit En hvað, ok, ef við tölum hann svona Hvað er fyrsta lagi sem þú gefur út eða plata Það ég er ekki alveg með það á nótunum sem er á Spotify kannski bara eða þú veist hvað er fyrsta svona Já, einmitt sko ég meina þessi plata sem ég var að tala sem ég var á Red Bull Music Academy það er plata sem ég ger á ensku sem heitir Alone rétt áður en hún kemur út þá pródúseraði ég lag sem að heitir Strákarnir og með MC Gauta What? Já, þú pródúseraði það? Já, það var mjög stórt moment fyrir mig náttúrulega bara að heyra lag sem ég gerði bara út allt Hvernig kom það til? Bara... Hann sá mig spila á tónleikum með hljómsveit sem ég var búinn að vera með í músíktilraunum og við náðum einhvern veginn að spila á hátíð ég man ekki einu sinni hvar en hann var ógeðslega ánægður með það og hrósaði okkur og spurði spurði bara hvort og kannski hafi ég spurt hann eða eitthvað en ég man að það sem ég man allavega er ég var að senda honum einhverjum takta og einhverjum beats sem ég var búin að gera og ég var með möppu af beats og eitthvað svona ok, MC Gauti, wow, hann er að biðja mig beats og ég man að þetta beat var eitthvað sem að ég var bókstaflega að leita að einhver svona sem ég fíla svona beats sem ég fíla, sem ég get senda á hann og ég svona, ok, ég get senda þetta líka með hérna og svo notaði hann það Já, það var svona eitt auka Já, ég var bara já, alveg eins en hann fattaði að þetta væri og náði einhverju tengingu við þetta Og tókst þú það upp vokalinn að gera hann það? Nei, ég tók hann ekki upp hann Gauti samt þetta basically bara sjálfur og Logi Petró tók upp vokalinn Hann er núna ekki hönnunnámið, ekki rétt um mér? Jú, ég held það Ég held hann sé kannski jafnvel búin með það Jú, hann var með eitthvað sýningu held ég Já Hann með eitthvað svona Ákvæða á random Nei, ég er búin að sjá hann alltaf hann er komin á TikTok mikið sko Hann er vinnur hérna Begga Más og hann eftir að Aron Kristins fór hann á TikTok kom með hann The Revolution svona Já, allir postu vídeo Það kom hann að lagi Já, einmitt Svona ég ætla að gera vídeoið og hérna fór að útskýra allt hvað var að læra En hvaða lag tók lengsta tíma að semja? Svona, hvað var svona mesta projektið svona eða plata eða einhvað, þú veist einhvað svona hvað var svona mesta einmitt ég man að sko upprunnilega útgáfan af Hvítur og Tvítur það var alveg 8 mínútna lag einhvern veginn Já þannig en öll svo plata fættist mjög hratt og Þú ert alltaf bara fljótur að þessu Vinnur svolítið hratt Já Hefur alltaf verið þannig bara Já, kannski Já Ertu bara fókus á einu bara svona ertu svona bara ég fókus þessu og svo þessu þú fer ekki að vinna ykkur og svo fer vinna ykkur öðru á meðan Nei, ég held ég sé með frekar mikla svona get verið mjög einbeittur verið með mikla einbeitingu Þú segir með eitthvað svona ADHD eitthvað svoleiðis Ég er ábygglega með einhverja greiningu sko það fyrir alltaf bara eftir í hvern maður spyr sko Þú var að spyrja kærastuna
hún getur greint Herri, ég hef reynda margoft spurt hana og þar er grínið sko, ég er alltaf að spurna wait, am I autistic or artistic? Já. Þetta þykir eitthvað að finna Og er ekkert svar? Er ekki niðurstaðið? Or both. Já, nei, hún er svo góð við mig hún er bara góð við mig. Þú hefði sagt á TikTok hérna, he's acoustic. Boom. Það komið allir, is he acoustic? Til að segja ekki autistic. Já, það. Já, ok, þú veist náttúrulega það að þú deep dive á TikTok. Ég er bara Óli er komin í svörstustu bara TikTok ever. Ég er TikTok heimspekingur sko, því ég er bara að skoða kommentin og veit allt bara lingóið sko. Hann er vinnu hjá TikTok að skoða TikTok. En það er svo mikið svona á TikTok hvað er kommenta, eitthvað sem þýðir eitthvað allt annað sko. Já, svona TikTok er náttúrulega bara klikka sko, þetta er bara klikkað community sko. En hvernig kemur það til að þú veist að byrja að vinna með Bubba til dæmis? Hann bara setti sér í samband við mig. Vá, bara hringdi þig það? Veistu, ég held í alvörun hann hafi fyrst sko sendt mér skilaboð á Twitter. Þegar ég var á Twitter og síðan held ég hann hafi ég minni það, ég man ekki alveg hvernig og svo man ég var að spila á einhverju ásatíð eða eitthvað og þá hitti ég hann loksins og hann langaði að vinna með mér og já, basically bara Þið hafi ekki, ég veit að þeir hafi ekki Tárin falla hægt. Já, það er bara eina lagi sem er núna komið út. Já, en svo hefur við bara verið vinir og tölum reglulega saman. Já, sendur hann oft lög áður reddi bara svona til að hlusta og feedback? Já, ég hef alveg sendt eitthvað dót á hann og svo eru bara, svo eru bara buddies svolítið sko. Þeir voru náttúrulega í stúdíun áðan. Já. Ekki, alltaf fæðast einhver plata og einhver lög og bara. Já, þetta er svona. Fullt af hlutum að fæðast. Já, bara, ég minnst ógeðslega gaman að vinna með honum, hann með svo mikla orku og hann er bara svona endalaus brunnur af hugmyndum sko. Þú sagði þú var svolítið bara þreyttur svona þegar þú komst á stúdíun. Já, þetta er eins og að taka sko alveg svona 4-faldan espresso sko, þannig að eftir á er maður alveg svona, ok. Það er bara svona spennufall, bara já, næstu. Shit, já, ég myndi alveg trúa þig sko. Nei, eins og líka bara vill maður gera vel, þannig að maður fer undirbúin inn í sessionið og gefur sér allan fram og það krefst orku. Gekka. Og svo framtíðin, er það meira ensklög eða meira íslenskslög? Ég með plötu sem er að vera tilbúin sem er ensklög. Er það bara Conquer LA? Er það svolítið markmiðið bara? Þú veist, mín markmið eru að gera eitthvað sem skiptir máli og skiptir mig máli og er eitthvað sem er fallegt og þýðingafullt og mér langar að geta unnið við að gera músík en ég er ekki mjög svona eitthvað svona hagnaðar drifin eitthvað í því hvernig ég er að gera músík. Nei, meira svona artistliðin. Já, bara mér langar að gera eitthvað sem að ég get verið mjög stoltur af. Myndur þú vilja hendi í leikarna allt í hennu bara? Kannski ekki að heilla núna? Nei, ekki þannig. Ég er bara að bóðja hlutur ekki Netflix þætti. Það eru bara eftir að segja nei. Ég myndi alveg pæla í því, ég veit ekki. Ég held að færi eftir hvað ég var líka. En svo er þess að fyndi að vera Íslendingur í LA að þegar maður er Íslendingur á Íslandi þá er maður ekkert að pæla í því hvað maður er íslenskur en þarna er alltaf bara wow, Iceland og eitthvað svona og allt það og svona the Vikings og fólk pælir fólk heldur bara búum í snjúrum sko. Fólk veit náttúrulega voða lítið. Fólk veit ekki neitt. En ég meina þetta er bara eins og Paraguay skilur, ég meina við vitum ekki neitt. Nei, alveg satt sko. Og það er sko 5 miljón manns sem búa það skilur. Já. En Ísland er svo mikið túrista, ég veit ekki, það er annarkvæmt fólk veit alveg hvað Ísland er eða veit bara ekki neitt hvað Ísland er. Já, ég meina við erum með ógeðslega cool ímynd, það er eitt af því sem er ógeðslega gaman við að vera creative og í þessu umhverfi, þetta er bara mjög spennandi, fólk hefur ógeðslega mikinn áhuga á þessu landi og bara landafræðinni og eldgos og jöklar. Það er bara fallegast að landa heimi sko. Já, ég meina mér finnst það og fólk þekkir líka bara það hvað við eigum marga listamenn sem hafa náð langt bara eins og Björk og Sigurrós og það með við svona höfutölu þá eigum alveg marga sko. Ég meina það er bara ótrúlegt hvað við höfum afrekað Kali á núna alveg bara já og Laufey og Náttúrulega menn og bara listin heldur áfram. Þetta er náttúrulega bara styrla sko. Geggjað sko. Já. Svo Óla Darri í Hollywood Movum og Hollywood myndum myndum eitthvað geggjað sko. Þetta er náttúrulega bara snild sko. Já,
bara kannski rétt í lokin bara eitthvað svona Ég er að fara að enda þetta? Já, ég held það Já, ég held það sem svolítið að vera Viltu tala um tónleikana eina og eitthvað svona Þú sagðir þeir eru Græna hattinum Já, ég mynd tónleika á Græna hattinum og ég mynd tónleika í Gamla bíó. Hefur oft haldið þar tónleika? Ég hef haldið tónleika 2 í Gamla bíó held ég og 3 eða 4 sinnum á Græna hattinum. Alltaf gaman að fara norður. Já. Og sko Græni hattin líka eiginlega eini svona bara tónleikastaðurinn sem bara allt, veist, þetta bara tónleikar, það bara tónleikar Já. Og ég bara ógeðslega spenntur að spila þarna með bandinu mínu og Hvernig katalógurinn? Svona bara hits only. Hvað er þetta langur katalóg? Eða hvað er þetta lengi upp á sviði? Ég veit ekki, þetta sé ekki svona klukkutíma sjó eitthvað þannig. Já, nice. Og hvaða lag á að byrja? Það ekki að segja það lag á að byrja Mér finnst það alltaf mikið vest Í alvörinni, mér finnst það mikið vest tónleikur svona til að hæpa upp eitthvað Já, mér finnst byrjanir mjög mikilvægur og líka byrjanir á bíómyndum Já, algjörlega, bara endur vest Suma bíómyndir byrja svo fucking hægt að maður bara líka þáttasverður maður bara, oh my god, ég get ekki ást á þetta sko Hvað finnst þið bíómyndir sem byrja vel? Góðum dæminar Allar Jim Carrey myndir Það byrja alltaf á einhverju svona ruggli bara Það bara, okay, ég meina þess að Ace Ventura Hvað er uppáhaldsbíómyndi? Er þetta mjög svolítið? Uppáhaldsbíómyndin mín bíómynd sem heitir Synecdoche, New York og með Philip Seymour Hoffman. Þú svolítið svona bíómynda, eða ekki? Frá hvað árið þetta? 2014 Já, ok, ég hef ekki séð það. Þetta mynd sem floppaði alveg í box office og mörgum finnst þessi mynd og fekk bara en svo fekk hún ógeðslega góða dóma og titillin ógeðslega óþjáll og skrítin og trailerin lélegur og þetta svona skrítin mynd en hún ógeðslega fallið. Catch Me If You Can, það góð mynd. Það mjög góð mynd. Bang. Þú veist að gæðin hún geðveik. Frank Abagnale, hann legari. Herru, svo svo var það fake að hann hefði afrekað allt. Hann var í fangelsi þann, já. Hæ? Hann var í fangelsi. Þannig að þetta ekkert best on true. Nei, sko, þetta eiginlega ultimate conman, sko. Hann segist þér að conman sem náða að gera allt þetta en svo sko, the scam að hann átti að náða að fara í flug eitthvað frýtt stundum. Það eina sem stundum? Já. Lame. Já, hann var ekkert læknir að neitt, sko. Er það grínast? Nei. Svo líka þetta með hvað hétt Sandra Bullock myndin? Já, byrju, ég sá þetta líka. Við þurfum að sé bara saman vídeo, sko. Það var eitthvað The Blind Side. Já. Nú hann að kæra fjölskylduna sem tók Þetta ekki alltaf eins og í bíómyndunum. Nei. Wolf of Wall Street, það svona geðveik mynd. Já, það samt alveg sem teka að feka það líka. Nei. Jú, hann hefur alveg sagt að þetta gerst ekki. Jú, íkt kannski. Þetta íkt mynd, sko, en geðveik mynd. Já. En ef það eru bíómynd þig, hver myndi að leika? Var það Nicolas Cage hann í Whole Foods? Þetta var að nett. Spurinn í Whole Foods, afsaki. Excuse me, I'm making a movie about myself. Could you, what are you doing Thursday? Hver myndi leika mig? Já. Bara einhver Brad Pitt. Já, hann var með langt hár. Ég held að maður velur aldrei sem eldri en hann. Brad Pitt var eitthvað að leika mig. Myndi bara eitt að velja eitthvað sem eldri en maður sjálfur. Mér finnst það eiginlega svolítið gott. Hann leik náttúrulega Benjamin Button, við skulum ekki gleyma því. Ég elska þá mynd. Hvað myndi það? Ég veit ekki hvað myndi það. Gæinn krakkinn fæðist sem gamalt kall og svo yngist hann alltaf yngist. Já, ég ekki sína. Þannig að hann gæti nota sama CGI og ég veit ekki hver ætti að leika mig. Bara einhver temmilega viðkunnarlegur. Ertu með eitthvað svona fact sem enginn veit mig? Unknown fact. Eitthvað sem enginn veit mig? Hann minimalist. Ég minimalisti. Og hann minimalisti. Og ég elska elda, mér sko gaman að elda. Það er actually. Já. Það er unknown fact. Það held ég. Það við finnum bara að enda þetta. Þetta er mjög gott svo. Ég segi bara takk fyrir að hafa mig. Það er til að hafa því sem kokk, það verður hella. Hættu nú, við erum að enda. Það verður bara hella. Bara takk fyrir að koma til ykkur og allir tjekka á, er það Tix eða eitthvað svona? Já, Tix. Já, allir tjekka Tix og kaupa sér með á tónleikuna. Hvað, 12. og 13? Já. Nice. Do it. Takk. Takk fyrir að hafa mig.